Á safnahelgi á Suðurnesjum sem fer fram dagana 9. og 10. mars mun Rocksafn Íslands opna nýtt sýningaratriði sem unnið hefur verið í samstarfi við margmiðlunar fyrirtæki Gagarin. Atriði sem nefnt hefur verið Plötuspilarinn afrakstur hugmyndavinnu starfsmanna Hljómahallar og Gagarins en markmið hópsins var að gera Rocksafnið gagnvirkara og upplifunarríkara fyrir alla. Við fengum Tómas Young, framkvæmdastjóra Hljómahallar, til að segja okkur frá nýju upplifuninni. Hvernig byrjaði þetta allt saman? Hvernig kviknaði þetta hjá okkur? Þetta byrjaði rauninni á því að okkur langaði starfsmönnum með Rocksafninu að gera sýninguna gagnvirkari. Það format sem að sýningin var sett upp til að byrja með, okkur fannst það svona komið til ára sinna og okkur langaði svona fara með safnið aðeins fram í tíman, svona tæknilega séð. Og þannig höfðum við samband við Gagarin og þeir höfðu áður komið að hugmyndavinnu að Rocksafninu en það var semst ákveðið að halda ekki áfram með þeim á þeim tíma. En já, við leituðum til þeirra og spurðum hvort að þeir væru með einhverjar hugmyndir. Úr varð svona samstarf sem að leiti til þess að við fórum í svona árs hugmyndavinnu prósess með þeim, þar sem við hittumst annað slagið þarna á 12 mánaða tímabili og alls konar hugmyndum fleytt fram. En þetta var svona stærsta hugmyndin sem að myndi svona breyta safninu hvað mest og líka flottasta atriðið okkar mati. Hugmyndin með atriðinu var bara að hvað getum við gert til að breyta safninu hvað mest og með því að hafa þessar 3 stöðvar með þessum gagnvirku plötuspilum að þá sáum við vorum með risastóran vegg þar sem við getum varpað tónlistarsögunni á og það myndi bara færa mjög mikið líf á safnið og myndi breyta ímynd svolítið safnsins. Þegar þú labbar inn á safnið það sé bara stór lifandi veggur hérna. Tæknilega útfærslan var svolítið flókin og það var kannski það sem að málið snerist aðalega var að hvernig við getum komið öllu þessu margmannlegu efni á einhvern svona einn punkt þar sem að gesturinn gæti grafa sig í gegnum sögu einhvers ákveðins listamanns. Og tæknin í rauninni erfitt að útskýra hana en þetta basically bara þannig að það eru skynjarar í þessum borðum hérna sem að skynja hvaða plata sett á fóninn, hvort sem það hljómar eða sigurrós og svo búnaður undir sem að skynja hversu hratt þú ert að snúa fram og tilbaka. Og gesturinn fær þarna bland af skrifaðri sögu, ljósmyndum, myndböndum og auðvitað tónlist sem var náttúrulega bara aðalatriðið. Og þetta breytir sýningaratriðinu alveg frá því að vera þetta gamla format þar sem bara skrifaði text upp á veggjum með ljósmyndum í að þú færð einhvern veginn alla þessa hluti í einu. Þess að gesturinn upplifir sig í rauninni vera miklu meira svona sjálfur in control hvað hann fær að skoða á meðan restin af sýningunni kannski svolítið vera að mata safnagestinn en hér fær hann svolítið svona að ráða ferðinni sjálfur. Þannig að það myndi ég segja að vera svona stærsta breytingin fyrir safnagestina allavega. Þetta virkar sem þannig að gesturinn velur bara plötu hérna og setur hún á fóninn og þegar hún fer á fóninn þá breytist myndin hérna, 4 metra mynd og svo snýr bara gesturinn plötunni og þá koma kvót úr sögunni og brot úr sögu hljómsveitarinnar og ljósmyndir og vídeó. Og svo þetta undir alltaf tónlist hvers listamanns. Svo hægt að snúa henni við og breyta tungumálinu. Það svona aðalgaldurinn að þetta breyta sig úr íslensku yfir á ensku. Þannig að þetta hentar bæði Íslendingum og erlendum gestum.